grey and pink, where only Boy Scouts stop to think. They'll be coming back again, those nasty grumbly gremlins, and they're climbing down your chimney. Yes, they're trying to get in. Come to take your money, isn't it a sin? They're so thin. There's black buckets in the sky. Don't leave your dad in the red. Cigarettes burn bright tonight. They'll all get warm. Hvað Kristín, hvernig gengur uppsetningin? Við erum búin að setja í vegginn 4 nagla, þannig að það mjög góð byrjun. Þeir verða fleiri á eftir. Og hvað verða mörg verk hjá þér núna? Nú ætla ég að hafa 15 verk, öll síðan á þessu ári. Nei, fyrra ári væntanlega. Og já, hafa orðið til sem sagt á tímabilinu frá því. Fyrra var ég með sýningu hérna og síðan þetta afrakstur ársins. Sýningin heitir Angan af haustmó, það þeman, lýstu þemanu fyrir mig? Já, það við sko vegna þess að nú haustar. Það að segja, bæði eru litirnir þannig í þessum verkum að það minnir á haustið og kannski haustfölva, og svo ekki að leyna því að það sígur nú heldur á seinni hlutan hjá sjálfum mér, þannig að það haustar í þeim skilningi líka og þess vegna má þetta fara saman. Og það eru 60 ár liðin síðan þú hélst þína fyrstu sýningu? Reyndar, já, ég var miklu yngri þá, en það eru reyndar orðin 60 ár. Ég var þá 17 ára hér í 5. bekk í MA þegar ég lagði út í þetta, en já, ég ætla svo ekki að segja hvað ég gamall núna. Það var bara hérna hinum við götuna, það ekki langt á milli? Nei, það var langt í burtu. Þetta var niðri í Hótel Warburg, sem að nú það sem niðri í Geislagötu. Þar var þá æskulýðsheimili og þar fékk ég pínlítinn sal og þar var þessi fyrsta sýning. Síðan hafði ég nokkra sýningar að vísu hérna í Hótel Ker. Og svo var Landsbankasalurinn stundum notaður, þannig að sýningaraðstæðan hefur verið með ýmsu móti, satt að segja, á þessum árum. En hvernig var fyrir ungan menntaskólanema að byrja á málararferlinu? Það var óskaplega gaman. Ég held ég að vera heimsfrægur fyrir neðan Eiðsvöll og Lundargötu og í skólanum líka, þannig að þetta var sæluvika í minningunni. En þú veist að minningarnar verða nú bara eins og maður vill hafa þær, þannig að það var öðruvísi. En þú opnar á laugardaginn? Já, og klukkan 3 á laugardaginn, þá á að opna hér með pompi og prakt og já, og allir mega koma og líta á furðuverkið og líka málverkið.